Líkt og í kjölfar efnahagshrunsins 2008 erum við að upplifa viðmiðaskipti. Þetta sjáum við t.d. í því að samfélagið er að læra að meta störf þeirra stóru stétta sem eru ómissandi til að halda daglegu lífi gangandi. Þar á ég ekki bara við það góða starf sem heilbrigðisstarfsfólk og kennarar eru að vinna, heldur ótal marga hópa, oft láglaunafólks, fólksins sem heldur frístundaheimilum gangandi, fólksins sem hirðir sorpið, sem keyrir strætó, sem mannar búðakassana. En sjaldnast fá þessir hópar að finna fyrir mikilvægi starfa sinna í launaumslaginu. Því þarf að breyta. Þær aðgerðir sem stjórnvöld ráðast í þessa dagana munu líka breyta því hvað við teljum almennt gerlegt. Í september síðastliðnum þótti t.d. 4 ráðherrum ríkisstjórnarinnar ekki hægt að skrifa undir kröfu loftslagsverkfallsins að verja 2,5% af þjóðarframleiðslu til loftslagsmála, sem þó er í takt við áætlun milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál. Aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda er upp á 0,05% af þjóðarframleiðslu, svo stökk upp í 2,5% hefur væntanlega verið af slíkri stærðargráðu að ráðherrarnir gátu varla ímyndað sér það. Það jafngilti 70 milljörðum króna sem vill reynda svo til að er nánast nákvæmlega sama upphæðin og opinber framlög í þeim efnahagsaðgerðum sem ríkisstjórnin hefur þegar kynnt vegna Covid nú fyrir tæpum mánuði. Kannski voru kröfur loftslagsverkfallsins ekki svo út úr korti þegar við skoðum viðbrögð við neyðarástandi,